Já, velkomin í þáttinn miðnætti í Kænugarði. Klukkan 10 hérna hjá okkur og það þýðir að hún 12 á miðnætti í Úkraínu. Og við ætlum að kalla til fólk til þess að aðstokka við að skilja stríðið, skilja þessa stöðu og áhrif þess og refsiaðgerða á hendur Rússum, hvað áhrif það hefur á heiminn, samfélagið og okkur. Hérna á eftir ætlum við að tala við Ektarínu Gríbatjevu sem rússnesk og býr hérna á Íslandi. Við ætlum að ræða við hana hvernig það að vera Rússi á Vesturlöndum undir þegar þessir hryllilegir atburðir eiga sér stað og líka aðeins spyrja hann það hvaða aðferðir Pútín notar til þess að tala við þjóð sína í Rússlandi. Síðan kemur Hilmar Þór Hilmarsson, hann kom hingað áður, mikill sérfræðingur þetta svæði og við ætlum að fara aðeins yfir svona árangurinn að refsiaðgerðunum. Við ætlum að velta fyrir okkur hvað gæti mögulega verið í friðarsamningunum, hvað tekur við fyrir Úkraínu að afloknu stríði og kannski hvað tekur við hjá Rússlandi að afloknu stríði. Við ætlum að fara svona yfir það. Náttúrulega getur ekki sagt þetta allt saman sem við ætlum að spyrja Hilmar en hann ætlar svona að hjálpa okkur að teikna einhverja möguleika inn í framtíðina. Svo kemur ringjum við talum við mann sem staddur í Peking, Ragnar Baldursson. Hann þekkir Kína mjög vel, fór þangað ungur maður miðjan 8. áratuginn, áður en að Mao dó og hefur búið þar á ýmsum tímabilum og sér mikla breytingar í Kína. En við ætlum fyrst og fremst að ræða við hann svona hvernig þetta stríð lítur út gagnvart almenningi í Kína og hvernig eins og við höfum verið að gera undanfarinn kvöld. Þá höfum við talað við fólk í Mogadishu og Sydney og víðar til þess að velta fyrir okkur hvernig þetta lítur út stríðið, hvað fólk að hugsa í öðrum deildum jarðar heldur en hér í Evrópu. En við byrjum eins og annarlega með því að fara aðeins yfir hvað hefur gerst í dag og með mig núna Karl Gíðin, velkomin. Já, sæll, hæ. Hvað Það eru nokkra fréttir, til dæmis það að núna eru fjöldi eldflauga sem að Rússar hafa skotið á úkraínsk skotmörk eru komin yfir 1000 og eins og flestir hafa heyrt þá það var sprengt upp leikhús í Mariupol í dag og þar halda björgunar aðgerðir áfram. Það var sprengt í gær. Já, var það í gær? Það var í gær. Já. Það voru nú fréttir af því að það hefði dáið alveg 1000 en hvað en það fólk var meira og minna í kjallaranum og hefur einhver leyti bjargast. Það ekki það sama mannfall og haldið var í gær. Já, flott, það gott. Fleira, Alþjóða heilbrigðisstofnunin kom út í dag og sagði að þau séu búin að staðfesta 43 árásir á heilbrigðisinnviði eða heilbrigðisstarfsfólk og það eru brot á alþjóðalögum varðandi mannúðsmál og annað. Bandaríkjastjórn heldur áfram að lýsa við miklum áhyggjum af því að Kínverjar ætli að senda Rússum vopn en Kínverjar þverneita því og kínverskur sendiherra Kínverja í Úkraínu sagði nú í dag skilst mér að Kína myndi aldrei ráðast á Úkraínu og þau séu vinir og eitthvað svoleiðis en þannig að við munum sjá hvað kemur út af því, hvernig málin þróast þar. Maður vonar það besta, maður vonar að Kínverjar fari ekki að ýta undir þessi átök ennþá frekar. Heyru það frá Ragnari Baldurssoni seinni í þættinum. Já, vonandi. Spáði því nú hann stór efist það að Kínverjar fara að ráðast inn í Úkraínu. Já, einhvern veginn efast ég það líka en það spurning hvort þeir myndu senda vopn, þeir allan að þverneita því sjálfur. En utanríkisráð Evrópusambandsins og Bandaríkjanna virðast alltaf koma aftur upp með það. Svo svolítið annað að nokkur embættismenn Evrópusambandsins hafa varað við því að þörf Evrópusambandsins á rússnesku gasi og olíu sé að bara fjármagna stríðsrekstur Rússlands og þetta eru rosalega tölur. Sala Rússa á gasi einu 2019 voru 24,5 billjón dollarar og það eru 3.159 miljardar í íslenskum krónum og við erum með lítið kort yfir gassölu Rússlands 2019, þetta tekið frá Al Jazeera. Já. Og þið sjáu þannig að bláu löndin eru Evrópulönd, svo eru gulu Asíulönd og rauðu Ameríku og við sjáum að þetta mest salan að fara til Evrópu. Þetta eru gríðarlega fjármunir. Svo fannst mér athyglisvert að þið sjáu þarna Kína neðst niðri til vinstri. Þetta fer ekki yfir 5%
af útflutningi Rússa en maður spyr sig hvort að það getur mögulega breyst núna. Já, það er svolítið verið þessi tölur ef að skoða olía líka með. Þá er það þannig að svona helmingurinn af öllum útflutningi Rússa er jarðefnaeldsneyti og helmingurinn af því fer til Evrópu. Já, og svona þriðjungur til Kína. Þetta er alveg hrikalegt ástand í rauninni að vera svona háður einum aðila. Já, það er helmingurinn af helming eru 25% af öllum útflutningstekjum er orkusala til Evrópu. Þannig að 25% af öllum útflutningstekjum Rússlands, það er ekki vant að segja það sem að knýra áfram stríðið. Nei, einmitt. Já, þeir fá pening annars staðar, en þetta er klárlega að skipta máli. Og maður spyr sig hvort að nú erum við með græningja í stjórn í Þýskalandi meira að mann finnst þess að þetta ætti að vera kjörið tækifæri fyrir Evrópuþjóðir að grænvaða orkuna sína sko, en maður fyrir að velta fyrir sér hvort það sé yfir höfuð hægt, að þau eru ekki búin að gera það núna. Alltaf tekur það tíma. Já, og svo erum við með þetta kort líka yfir nýja tölur fjölda flóttafólks eins og við sáum hérna fyrir nokkrum dögum að það mynstur sem var þá heldur áfram. Flestir að fara til Póllands. Já. Samt verið þetta ekki verið svo mikil aukning vegna þess að þá voru strax komnar held ég rétt tæplega 1400.000 manns til Póllands. Já. Og við sjáum að í Belarus er cirka búið að helmingast. Það ykkur 900 sem bættist við. Já. En fólk verist forðast að fara þangað. Já. En svo sögðu úkrænski fréttamiðlar í dag að 320.000 úkrænumenn sem flúið höfðuland snúnir aftur heim og aðalega karlmenn. Til þess að berjast. Væntanlega, maður ímynda sér það, sko. En svo erum við líka með stöðukortið sem við höfum sýnt inn á nokkra daga og það er ekki mikið breytt. Við erum aðeins búin að bæta á og við höfum sýnt svipakort áður, þetta er frá Al Jazeera, þið sjáu það rauðu svæðin sem er alveg rauð, það er talið verið alveg undir stjórn Rússa, en svo er þessi tvílitu svæði sem eru með svona strikum í gegn að þar er verið að berjast og ekki ennþá búið að tryggja algjörlega stöðu Rússlands. En svo hef ég verið að reyna að kynna mér þetta. Maður er náttúrulega ekki blaðamaður né herkensku sérfræðingur ykkur og maður er náttúrulega bara í þeim upplýsingum sem við flest höfum aðgengi að og maður heyrir, eins og ég sagði frá hérna fyrir nokkrum dögum að Rússar væru svolítið að hægja á árásinni sinni af því að það er bara verið að stúta þeim með vestrænum vopnum, Javelin vopnum og öðrum svona aircraft vopnum sem skjóta á flugvélar. En svo fer maður svolítið að efast þá frásögn að hún er ekkert endilega eins rétt og maður kannski sýndist í byrjun að maður hugsar á aðra herkensku sérfræðinga, til dæmis fyrrverandi hersöðingi Bandaríkjanna Douglas MacArthur. Hann er búinn að vera að benda á að í rauninni og þá er staðan kannski ekki eins góð og Vesturlönd vilja meina. Já, að því að Rússar greinilega samkvæmt honum eru búin að umkringja alveg heilan helling af úkraínskum herdeldum eins og við bentum reyndar á hérna einu sinni líka fyrir nokkrum dögum en það var talið sko að það var sagt að þeir væru búin að brjóta sig út og svoleiðis en eins og við sjáum hérna núna í norðurinu hjá Tjernif og þar og þá eru línur Rússa búin að loka af ákveðnum landsvæðum og hætta niður að þar séu úkraínskar herdeildir og þá geti Rússar bara einfallega skotið á niður bara með stórskotarhríð og eins ástand virðist vera eins neðar hjá Donbass héruðunum og í austrinu líka. Þannig að upplýsingaóreiðan er mikil og maður veit ekki alveg. Við munum sjá hvernig þetta þróast. Þetta er svona það sem að þú telur eftir að hafa skoðað margt að þessi svona kemst næst í að vera rétt. Já, akkurat. En við veitum svo sem að það er eiginlega ómögulegt að fullera neitt því það ljúga allir í stríði. Og það er eiginlega eitt af helstu vopnunum sem er notuð í stríði er lín. En við ætlum að halda áfram að reyna átt okkur á hvað er að gerast og fáum hérna fólk sem að engu líkur. Ekaterína Gribacheva, hún er kölluð Kata og við bara kalla hana það. Hún er búin að búa hérna á Íslandi lengi og er lent í þeirri stöðu núna að við Íslendingar, samborgarar hennar hérna á Íslandi, viljum fá að vita hvernig er að vera Rússi á Vesturlöndum í dag.
Er það, er það erfitt að skamma sín fyrir stjórnvöld? Já, sæll, ég ekki að skamma sín fyrir stjórnvöld, ég hef aldrei kosið Putin. Og hef alltaf verið að mótmæla öllu sem hann var að gera. Og mér finnst flestir Íslendingar skilja þetta mjög vel. Ég hef aldrei fengið neinar ábendingar að allt sem að gerast mér að kenna. Og allir vita að þetta ekki við persónulega. Mér finnst viðhorf fólksins hér mjög heilbrigt alveg. Og ég hef kannski heyrt einelti máli skólanum sem var leyst varðandi rússnesk barn og ekki mikið fleira. Það svolítið erfitt samt að vera alltaf að reyna að upplýsa fólk hvernig þetta gerðist, af hverju fólk trúir Putin á Rússlandi, hvernig getur það verið að 145 milljónir manna eru ekki að fara út á götur að mótmæla. Þetta það sem Íslendingar kannski skilja ekki alveg. En Kata, því miður þá ætlaði ég einmitt að spyrja það öllu þessu. Já. Þannig að þú þarft enn einu sinni að útskýra það fyrir Íslending. Af hverju, hvernig getur Putin haldið niðri 145 milljónum manna? Með því að fyrst og fremst að nota það sem flestir þekkja sem propaganda, svona rússnesk orð sem allir þekkja samt, og venjulegt fólk sem með ríkissjónvarp og ríkisútvarp og dagblöð sem segja alveg eins og meira að segja nota rússnesku mælandi samfélagsmiðla fyrir fólk sem notar kyrillískar stafir. Það rauninni eigið Facebook sem það og fólk að lifa í svona sápukúlu í mörg ár, nema þeir sem vilja vita meira, nema kannski ungt fólk og velmentað fólk sem vil vita meira en í þessari þekkingu leynist sársauki svalokum að við 15 ár fyrir að segja að við viljum ekki stríð, eða bara að kalla stríð sem í gangi, stríð ekki sérstakar aðgerðir. 15 ára fangelsi ekkert smá. Og ég skil alveg að fólk sem á vinnu, íbúðalán, börnin, hunda og eitthvað annað fer ekki út á götur. Þetta mjög sorglegt og sárt. Já. En hvað það sem að Putin segir þjóðinni? Hvað eru Rússar að gera í Úkraínu? Putin segir að fyrst og fremst það var ekkert engin sprenging í Mariupol. Þetta frjáls borg og allt fínu. Rússneskir hermenn eru að fara þangað til að bjarga venjulegum Úkraínumönnum frá nasistum og fíklum og að rússnesk her í Úkraínu að gefa fólki heitan mat og hlýföt. Ég hef heyrt þetta frá stjúpmömmu minni sem svolítið mikið að horfa á sjónvarp. Ég alltaf að bjóða henni að tala við flóttamenn sem komu hingað og útskýra það. Að ég nú rosa mikið að hitta flóttamann sem bara ósköp rólegir margir yfir þetta og bara ánægðir að vera á lífi. En enginn þeirra hefur sagt mér að rússneskir hermenn væru að koma til þeirra með súkkulaði og hlýrum. En heldur að fólk trúi þessu almennt eða þetta bara
Fólk verður bara að beygja sig undir að það hefur eiginlega ekkert með að segja hvað stjórnvöld að gera. Heldur að fólk trúi þessum áróðri? Þetta góð spurning líka þetta alls svo fáránlegt að spurning hvernig getur maðurinn trúið. En hins vegar Goebbels, sem var að sjá propaganda fyrir Hitler í stríðsárinni hann sagði að þú vilt fá alla að trúa þér. Þá það ljúga stórt, mjög stórt. Og því stærra lygi, því meira trúir fólkið og því meira þetta endurtekið, því meira trúir fólkið og annars svona tilfinning sem eiga kannski allir á jörðinni. Við viljum vera stolt að því hver við erum. Rússar vilja vera stoltir að vera rússar. Það fylgir skömm þessu að fatta hvað að gerast í rauninni. Það fylgir skömm því að segja já, landið mitt fór að drepa nágranna sína. Já, landið mitt að nota skatta sem ég að borga til að kaupa vopn, til að framleiða vopn og til að eyðileggja hús, til að eyðileggja spítala, skóla og leikhús. Fólk vill ekki skammast. Og kannski þess vegna þessi áróður ennþá að ná í heila fólksins. En þegar þú talar við fólkið þitt í Rússlandi og ert að segja hvernig þú upplifir þetta, eru þið þá endar það þá bara í rifrildi eða? Við endum ekki í rifrildi. Já, ég vil ekki gera það. En þetta meira og meira hættulegt að reyna að útskýra þeim. Og þeim finnst þetta ekki vera alvarlegt í rauninni. Þeim finnst þetta vera snúast bara refsisaðgerðir, viðskiptatengdar erfiðleikar Rússlands. Og ég ekki að fara að rífast. Ég segi bara að ég hef séð fólk sem hljóp alla leið hingað. Sem voru sumir að ferðast 6 lönd á 5 dögum með einhver börn til að koma hingað og þetta var ekki út af nasistum. Að því nasist bara einn og þið vitið hvað hann hét. Hann að tala við ykkur í gegnum sjónvarp alla dagana og hann að hegða sér sem típiskur nasisti. Hann byrjaði með því að móta svona þjóðarnis hugmyndafræði sem á að vera frábrugðin öllu, austur og vestur. Rússland alveg sér. Svona byrjaði Hitler. Í rauninni, svona byrjaði hann að móta hugmyndafræði fasisma. Hann var að hvetja fólk að réðast og áreita minnihlutahópa. Eins og innflytjenda frá Mið-Asíu, eins og LGBT-fólkið, sem átti mun erfiðara líf með Putin heldur en þegar Sovjetríkið var. Það er rosalegt. Hann byrjaði að gera bókstaflega það sem nasistar voru að gera í 1938-1939. En getur þú sagt mér, þú myndist á áðan að flestir bara virðast kaupa það sem að fjölmiðlarnir eru að segja þeim, en nema þú viljir kynna þér hina hliðina. Hvernig fer fólk að því eins og núna, það er búið að loka mörgum fjölmiðlum sem ekki að fylgja bara línu stjórnvalda. Hvernig fer fólk að því að leita sér annara upplýsinga? Fólk notar Telegram stórt. Þetta samfélagsmiðillinn sem með meira svona öryggin fyrir þá sem tala saman eða fyrir fólk sem að opna svona rás og ég myndi hvetja alla sem vilja segja eitthvað, nota Telegram frekar. Og svo í rauninni fólk sem vildi ekki missa Facebook og útlenskum fréttastöðum eins og BBC fréttir eða þannig. Fólk byrja að nota VPN. En hins vegar byrjuðu lögreglumenn að skoða
farsíma fólksins úti á götum. Það byrjað, það rosalegt. Já, það byrjað. Það byrjað svona fréttir og allt sem þú skrifar, allt sem þú lækar skoðað eftir því. Þú myndist á að Putin hefði aukið ofsóknir á minnihlutahópa eins og LGBT og svona, en er hann líka að hvetja til árás á annars konar minnihlutahópa, þjóðhópa og slíkt? Ég hef ekki hér svona opinbert til dæmis þegar Rússar byrja þessar ræður nasista í Úkraínu. Og ég get alveg bent á dæmi nasísk samtök á Rússlandi sem voru aldrei bönnuð, sem voru oft notuð sem vopn til dæmis á móti mótmælendum sem voru að styðja Navalny. Þetta var fólk sem var að koma og bara reyna að meiða mótmælandi eða bara láta mannfjölda sundrast og bara nota bókstaflega allt, stundum svona smá sprengjur eins og flugeldar í miklu mannfjölda. Þetta getur verið hættulegt. Þannig að það eru svona öfgahægri nasistar í Rússlandi sem stundar hryðjuverk. Það er að segja það fyrir geði, að það séu öfgahægri hryðjuverkamenn í Rússlandi líka. Já. Og oft var í rauninni Putin að sá svona stríðsfræjum með því að segja að nokkrar þjóðir sem eru á Rússlandi eru aðallega bara hryðjuverkamenn eða glæpamenn. Það kom kannski ekki beint en fólk var að skilja þetta þannig. Að glæpamennska kemur með fólki frá ákveðnum hlutum landsins. Svipað málflutningur Trumps. Já, alveg. Þetta er allt mjög svipað. Og kannski þess vegna var Putin svo mikið ánægður með Trump þegar hann var forseti. Já, þeir voru undarlega vinalegir. Já. Kata, þetta er ömurlegt ástand. Og Já, það er það. Ég miður. Þakka fyrir að koma hérna inn og gefa okkur svona smá innsýn inn í hvernig lífið er í Rússlandi og hversu erfitt það er og hversu erfitt það er að standa upp á móti Putin og samlíkingin með Hitler og nasismann að við vitum það af sögunni hversu erfitt það var að standa upp og mótmæla þar og það er eiginlega bara fá dæmi það. En þakka kærlega fyrir aftur. Takk. Nú ætlum við að snúa okkur öðru. Hann er komin hingað Hilmar Þór Hilmarsson sem er prófessor á Akureyri og hann þekkir mjög vel eins og við hlustendur okkar vita. Hann er komið hérna og frætt okkur einmitt þetta svæði. Og það sem okkur langar til þess að spyrja þið núna Hilmar getur þið aðstoð okkur við það að reyna að átta okkur á því hvernig svona refsiaðgerðir vesturveldana hafa virkað? Er ofstemmt að fara að segja til það? Ég sko refsiaðgerðir voru hertar eftir að landið eftir einráð sem var gert. Það sem ég hefur að segja er það að sko efnaðslega refsiaðgerðir það duga ekki þegar þú ert með land sem upplifir öryggi sitt í hættu eins og Rússland hefur verið að gera. Það upplifir öryggi sitt í hættu, þannig að refsiaðgerðirnar hafa ekki virkað. En það hafi verið hertar mjög mikið undanfarið og auðvitað fara þær að virka lamandi á hagkerfið og til dæmis nú er búið að frysta gjaldeyrisvarasjóð landsins að verulegu leyti þannig að það getur lent í vanskilum. En það verða miklir erfiðleikar en að hvort að það leiði til þess að stríði að Rússar hætti þessari styrjöld, það held ég að sé mjög hæpið að þetta drægi sig út úr því, það dreifur kannski á þeim mátt. En við skulum samt alveg gera okkur grein fyrir því að Evrópa er að dæla gegnum gaskaup mjög stórum fjárhæðum ennþá til Rússlands. Þannig að það er ekki þó sem komur refsiaðgerðir, þá er ennþá Rússland að hafa mjög mikla gjaldeyristekjur af Evrópu. Og það mun ekki breytast. Það er enga líkur til þess að Evrópumenn finni einhver aðferð til þess að verða óháðir gasi og olíu frá Rússlandi. Ekki á þessu ári.
Ég held að það sé mjög erfitt, sko, auðvitað geta Þjóðverjar og aðrir farið að eyða meiri hreina orku. Þeir tóku það ákvörðu eftir Fukushima 2011 að hætta með, að vera ekki með kjarnorku. Þannig að það náttúrulega þrengir stöðu þeirra að fara yfir í aðra orku. Þeir eru að fjárfesta mikið í hreinni orku, það tekur langan tíma. En það sem að gera sem fyrir Rússland að leggja gasleiðslu sem kallar Power Siberia 2 til Kína. Þannig að Rússar að gera ráðstafanir til þess að selja gasið sem þeir eru að hafa selt til Evrópu, kannski aðalega lands og Þýskalands og reynda miklu fleiri, en alltaf Þýskaland mjög stórkaupandi, að selja það til Kína. Þannig Rússar eru að undirbúa það að stóra auka sín viðskipti. Evrópa ennþá viðskiptum mun stærri heldur en Kína, en Kína alltaf að vaksa þar, þannig að Rússar eru að tryggja sig þannig að það getur komið að því þá Evrópa vilji kaupa gas af Rússum og þá verður bara Rússar takmarka gassölu til Evrópu vegna þess að þeir líta á Evrópu sem ótraustan viðskiptavin. Nú voru einhverja fréttir í vikunni friðarviðræður og svona einhverja daga var svona eins og væri smá bjartsýni, sneiðvilla bjartsýni. Þegar við erum að tala refsiaðgerðirnar, ef að Rússar og Úkraínumenn semja frið, hvað verður þá þessar refsiaðgerðir? Er það þannig að Vesturlöndin þurfa að vera aðili að friðarsamningunum eða getum við reiknað með því að þó svo að Rússar og Úkraínumenn semja frið, að þá haldi refsiaðgerðina áfram? Já, það sem ég hef kannski verið að koma áður og kemur að þessu er það að það er ekki traust til Rússa. Það er sama hvað Putin segir eða hvað hann skrifar undir. Þú myndir ekki treysta neinu sem hann gerir núna. Við sáum þetta strax 1994 þegar Budapest-samkomulagið var gert. Úkraína lét þetta sem kjarnorkuvopna hendi til Rússlands með því skilyrði að hennar landamæri yrðu virt í framtíðinni, að aðilar að þessu samkomulagi voru Bretar og Bandaríkjamenn og það var svikið. Og hvort það var Minsk agreement eða hvað það er, öll samkomulag sem Rússar hafa gert hafa verið svikið. Þannig að, sko, að það er mjög erfitt að fara að treysta nokkur sem kemur frá Moskvu núna, held ég. Og með refsiaðgerðir þá þjónar hagsmunum heimshagkerfisins og allra að koma á eðlilegum alþjóðaviðskiptum eins fljótt og mögulegt er. Og með Rússland þá náttúrulega Rússland er lítið hagkerfi í samanburði við Kína. Rússland er minna en íslenska hagkerfi. En ef þú til dæmis eftir að tala Kína, það hefur ég vilja talað að Kínverjar er að fara að vinna með Rússum og hafa verið beitt refsiaðgerðum. Það er bara ekki hægt því Kína er svo stór hluti af heimshagkerfinu. Ef Kína verður með þjóðarframleiðslu sama á Suður-Kórea, þá verður Kína stærra heldur en Evrópusambandið og Bandaríkjamenn til samans, eða það er þjóðarframleiðslu Singapúr, þá verður það helmingi stærra heldur en Evrópusambandið og Bandaríkjamenn til samans. Þannig að, sko, auðvitað er við svolítið að horfa á Kína, en allavega auðvitað borga sig fyrir heimshagkerfinu að vinda ofan af refsiaðgerðunum, en ég sé nú ekki fyrir mér að það muni gerast með Rússland á næstunni. Það er erfitt að sjá það, en bara refsiaðgerðir haldi áfram að vera hertar. En refsiaðgerðir Rússland hafa ekkert svo mikil áhrif á heimshagvöxtinn. Þetta er takmarkast við orkumálum og við gasið aðalega sem við erum að tala. En heimshagkerfið fer ekki á hliðina út af Rússlandi og það gæti fara á hliðina út af Kína, því að Kína byggir sitt hagkerfi á fyrst og fremst á útflutningi. Og svo kannski hveiti sem hefur svona mikil áhrif á einstaka þjóðir eins og Egyptaland og nágrenni. En í heimshagkerfinu þá kannski skiptir ekki miklu máli. En ef það er þannig að það er ekki að treysta neinu sem að Rússar segja eða sem Putin skrifar undir, er þá ekki tómt mál að tala friðarsamninga milli Úkraínu og Rússlands? Áður en að stríðið var, þá hélt ég að það væri eftir að hafa farið til Kíjev og talað um þar með alþjóðabankar, það væri skynsamlegast fyrir Úkraínu að semja það að semja að vera hlutlaust sjálfstætt ríki milli Rússlands og Vestur-Evrópu og það Evrópusambandsins og hætta við þessa hugmyndum NATO-aðild sem að núna er búin að 14 ár síðan hún átti að fara inn í NATO og það hefur ekkert gerst. Þá taldi ég að vera eðlilegt að Úkraína verið sjálfstætt hlutlaust land. Núna held ég hins vegar að Rússland sé upp að ýta Úkraínu inn í fangið á Evrópusambandinu. Eftir alla eyðilegginguna sem er búin að eiga sér stað í Úkraínu núna, þá verður Úkraína að fá alþjóðlega aðstoð og það er tvær stofnanir sem hafa mesta reynslu til þess að byggja upp lönd sem eru búin að fara í gegnum svona eins og Úkraína. Það eru Alþjóðabankinn og Evrópusambandið
og það verða mörg lönd sem að þegar stríðin lýkur sem verður tilbúin að veita Úkraínu mikla tvíhliða aðstoð, ekki bara marghliða aðstoð gegnum Alþjóðabankann eða Alþjóðagjaldeyrissjóðinn eða Þróunarbanka Evrópu eða hvað það að fjárfestingarbanka Evrópu, heldur tvíhliða aðstoð. Ég held að Evrópusambandið, Úkraína verða að halda áfram með að verða að kalla candidate country, fái sig að vinna í aðildarviðræðum við Evrópusambandið og byggja landið upp, fá það sem við kalla pre-structural fund. Ég meina, Eystrasaltsríkin fengu heilmikla aðstoð mörg áður en þau fengu aðilar Evrópusambandið aðstoð þaðan til að byggja upp innviði, byggja upp stofnanir og annað og takast á við spillingu. Þannig að þegar stríðum lýkur þá mun Úkraína þurfa mjög mikla aðstoð. Það eru stofnanir veikar, það mikið spilling og það þarf stofnanir til að halda utan þetta. Ég veit ekki alveg hvernig stríðin lýkur, en það allavega þegar stríðin lýkur þá þarf Úkraína, ég held að hún verði að vinna þetta í nánu samstarfi við Alþjóðabankann og í samstarfi við Evrópusambandið og Evrópusambandið verður að koma öllum samningaviðræðum við Rússland og reynda Bandaríkin líka, ekki NATO. Vegna þess að ég sagði þá Pútín, við erum búin að sjá það, hann stendur ekki neitt að það sem hann segir og ekki það sem hann skrifar undir. Sjáðu fyrir innrás að það er engin innrás og svo þessi allsherjar innrás, við erum bara búin að sjá nóg af því. En ég held að nú sé Rússland, möguleikinn sem að Rússland hafði, sem það er að tala um núna, er það að Úkraína verði sjálfstætt hlutlaust ríki, það verði að tala um Austurríki, það verði að tala um Svíþjóð. Það er út af borðinu að mínum mati núna, því Úkraína eftir svona mikla eyðileggingu, þá getur Úkraína alls ekki staðið á eigin fótum. Og það var líka þegar ég var að tala við Alþjóðabankann fyrir 2-3 árum, þá fannst þeim að Úkraína þyrfti að sækja, ein meginrökin fyrir Úkraína sækti Evrópusambandsstaðinn var einfaldlega það að stofnanir eru svo veikar, það er svo mikið spilling og stjórnvöld ráða ekki við þetta. En þegar að þú ferð að sjá uppbyggingu á Úkraínu, sem vonandi verður ekki áður en 8 míður, þá mun flæða mjög mikið fjármagn og þá þarftu að hafa vinnuferla og verkferla til þess að stýra verkefnum. Og þá finnst mér ekki þá komið greina en Alþjóðabankinn og Evrópusambandið komið þarna inn og Evrópusambandið náttúrulega þá ertu komið með Þýskaland og Frakkland inn að miklu krafti og þau komið Alþjóðabankann að þá ertu komið með Bandaríki sem náttúrulega aðalandið þar. Alþjóðasamfélagið verður að koma að þessu loksins þegar verður hægt að semja frið og auðvitað vona maður það að stríði sig að fara þannig. Ég er að heyra það, ég hef ekki verið í Úkraínu, ég hef heyra það að Úkraínu gangi mun betur í þessari styrjöld heldur en að búist var við og Rússar séu í vandræðum og þannig að ef að það er satt þá, og ég hef alltaf talið það að það er ekki bara stríð milli tveggja herja Rússa og Úkraínu. Það er stríð þarna á milli Rússa og Úkraínu hers og svo alls almennings í Úkraínu, megin þorri fólks á móti þessari innrás. Þannig að ég held að ná landinu verður erfitt, en erfiðar að halda því og þetta er bara tímabundið ástand sem ég trú ekki að myndi standa mjög lengi. En ef það kemi friður eftir segjum 2 mánuði eða eitthvað og það er búið að rústa Úkraínu einmitt, telur það mjög líklegt að þau myndi fá aðild inn í Evrópusambandið í Úkraínu? Nei, ég held að varðandi aðild á Úkraínu þá myndi við séum að tala 10-20 ár. En ég held hins vegar að það sé möguleiki að Úkraína geti fengið svo pre-accession funds sem er gríðarlega mikilvægt og fengi hún að væri orðin kandidatland, hún væri orðin formlegt land sem væri að sækjum og væri komin í samningaviðræður og gæti þá fengið fjárhagslega aðstoð frá Evrópusambandinu sem byggja upp sína innviði, byggja upp stofnanir, takast á við spillingu, byggja upp landbúnaðinn sinn, þetta er eitthvað besta landbúnaðarland í Evrópu, það er kannski það besta, byggja þetta upp og með styrkjum frá Evrópusambandinu, hún getur fengið það, Baltneskulöndin, Eistland, Lettland og Litháen fengu það löngu áður en þau fóru inn í Evrópusambandið og það skiptir mjög miklu máli. Þar að auki, ef þú fá þessa styrki og eru fattir í orðnir svona sem við kallaði candidate country, hvernig við kalla það á íslensku veit ekki, að þá þá fara erlendir fjárfestar að líta á landi sé á einhverju braut stöðuleika, þá minnkar pólitíska áhætta og þá fara fjárfestar að sína landinu meiri áhuga og það skiptir alveg gríðarlega miklu máli. Þetta er gamalt iðnríki sem er með úrelta tækni og ef þeir fara að fá erlenda fjárfestingar þá koma tæknibreytingar þar í gegn, þannig að það væri mjög skýrt skilaboð ekki bara til einkageirans að Úkraína sé að komast á rétta braut. Kanntu svona dæmi það sem hefur lukkast vel að byggja land upp svona eftir átök? Já, ég held að Eystrasaltsríkin hafi til dæmis, og Eystrasaltsríkin og Pólland sem styðja
Úkraínu best, auðvitað hefur evran verið til dæmis Eystrasaltsríkjunum gríðarlega erfið. Fastgengi stefna hefur reynst mjög erfið. En ef þú skoða bara að berð saman Eystrasaltsríkin og Pólland, þá var Úkraína þeim sem ríkar en Pólland 1991, 30 ára seinna Pólland við 300 hærri tekjur á mann, sama með Eystrasaltsríkin. Þannig að það hefur mörgulítið heppni ef þú berð saman Úkraínu fyrir Sovétlýðveldi við fyrir Sovétlýðveldi Eistland, Lettland og Litáen, það hefur þessi löndum gengið mjög vel, auðvitað hafa það átt í erfiðleikum og það er mismikið af fólki, en þeirra tekjur eru orðnar miklu hærri og lífskjör miklu betri. Þannig að það sem ég er að segja, Alþjóðabanki, ég vann sjálfur það fyrir Alþjóðabankann þegar rétt áður þessi baltísku löndin fóru inn í Evrópusambandið og þessar stofnanir hafa mjög mikla reynslu að gera þetta. Ég held að Úkraína eftir svona mikla eyðileggingu og sérstaklega stríð heldur lengi áfram að þá getur hún alls ekki staðið á eigin fótum og við höfum alveg dæmi það. Ég myndi Póllandi er stórt land sem það líkasta land í Evrópu við Úkraínu, stærð, bæði fólksfjölda og landflæmi, að Úkraína geti lært mikið af Póllandi. En það sem við vitum að Eystrasaltsríkin og Pólland eru að styðja Úkraínu mjög grimmt. En þau eiga eftir að finna fyrir því ef að Úkraína kemst inn sem land í fullri aðildar og svo, þá munu þau tapa mjög mikið af styrkjum til Úkraínu sem taka stóran hluta af því sem Evrópusambandið hefur til ástöðunar. En svona það sem hafa verið átök og stríð eins og til dæmis í Bosníu-Hercegovínu, uppbyggingin þar, var hún gerð með stuðningi, hvað heitir það, alþjóðasamfélagsins? Já, ég var sjálfur í utanríkisráðuneytinu þegar Bosnía var að fá aðstoð og Ísland tók þátt í henni og þá eru haldnar ráðstefnur, svo kallaði Donor Conference og hlutverki fyrir bestinu í Bosníu-Hercegovínu það var Alþjóðabankinn og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og það var Alþjóðabankinn og svo Evrópusambandið komu að því að byggja upp landið, héldu svona kallaði Donor Conference, þetta var mjög veikt land, það var búið að rústa öllu þarna og héldu utan aðstofuna og þá gátu lönd komið inn í hliða, þar á meðal Ísland, með aðstoð við Bosníu-Hercegovínu. Þannig að þetta var líka skipti líka máli upplýsingaflæði því að það flæða miklu peningar inn. Ég meina Úkraína, það verður alveg ekki spurning þegar Úkraína kemst að verður friður í Úkraína þá fær Úkraína mjög mikla tilhlið aðstoð og mörgum áttum og þá þarf náttúrulega eitthvað samhæfa að stýra því peningaflæði inn í landið og þá er náttúrulega gott að bæði eitthvað upplýsingar að gera að hinn ýmsu lönd viti hvað aðrir eru að gera til þess að þessi allir að gera það sama og það skiptir miklu máli og þannig að í tilviki Bosníu þá var þetta mjög gott að Evrópusambandið, þó Bosníu var ekkert hann í Evrópusambandið, að Evrópusambandið kom inn með mikla aðstoð og það gerði líka Alþjóðabanki. Þannig og það, ég held að svo uppbygging hafi tekist nokkuð vel, þetta var mjög eldfimt ástand og land sem var búið að rústa eftir landstyrk. Bara ein spurning eftir, hvernig verður Rússland eftir þetta? Sko ég vil sem segja að Rússland verði eins og Norður Kórea, sko þetta að Rússland er í algjöru banni núna, viðskiptabanni er búið að tapa áliti, tapa algjörlega trausti og það er ekkert bjart framundan hjá Rússlandi og eitt af því sem að Rússland þarf kannski óttast er það að þegar að Úkraína verður komið friður og ef Úkraína verður formlegt Evrópusambandsríki og verður mikil uppbygging og hagvöxtur að þá færi Rússar að sjá að það sé kannski betra að vinna meira með Vesturlöndum og taka upp lýðræði og styrkja stofnanir og taka alltaf við spillingu. Þannig að til lengri tíma litið ef Úkraína kemst að verða, ég var sjálfur ekki hlynntur því upp af Úkraína þannig í Evrópusambandið og ég er ekki viss að hún muni gera það. En að hefja aðildarviðræður, fá alla aðstoðina, að þá hef ég enga trú að því að Úkraína muni fara í gegnum svipað ferli eins og Pólland, það verði mjög mikill hagvöxtur og þá getur Pútín farið að hafa áhyggjur af það verður, að sjá hvað lýðræðið og taka upp frjálst markaðshagkerfi, vinna með vestrænum stofnunum, hvað það skiptir miklu máli. Já, við vorum að þetta fara allt í gang sem fyrst, það verði samið frið og verði hafin uppbygging Úkraínu og Rússland finni einhverja leið út úr þessari klemmu sem að Pútín hefur komið þjóðsinn í. Ég þakka að kærlega fyrir Hilmar, fyrir að gefa okkur svona yfirliti við þetta. Nú ætlum við að fara til Kína sem nú svona falin leikandi í þessu öllu. Það kemur reglulega upp í okkar samtali.
Og þar nefnilega staddur Ragnar Baldursson og hann veit manna mest Kína en við ætlum nú fyrst og fremst að byrja á því að spyrja hann bara það hvernig svona almenningur horfir til stríðsins í Evrópu, almenningur í Kína. Við ætlum að kíkja á það. Já, við erum með heimsornið, kíkjum í hverjum þætti eitthvað út í heim og spyrjum fólk hvernig stríðið í Úkraínu lítur út frá öðrum deildum jarðar heldur en Evrópu og nú erum við komin til Beijing þar sem að Ragnar Baldursson í námsleyfi frá utanríkisþjónustunni. Velkomin Ragnar. Já, blessaður. Það ég spyr fólk af þessu hvernig svona lítur stríðið út hvað svona almenningi í Kína eða í Beijing hvað telur fólk að sé þarna í gangi? Nú, almenningur svo sem fylgist með þessu nokkuð en það er ekki kannski ekki eins og náið eins og á Íslandi misti við, þetta mætti segja fylgist með þessu úr fjarlægð og fréttaflutningur sjálfsagt mikið öðruvísi, Kínverjar ekki vel við styrjaldir, þeim raunverulega finnst styrjald átök og styrjaldir vera merkjum mistök við lausn mála og það er ekkert nýtt í kínverskri sögu, það kemur frá Forn-Kína og fyrir 2500 árum þá var skrifuð bók sem hét Sun Tzu Bingfa eða herstjórnarlist Sun Tzu og þar segir hann að æðsta herstjórnarlistin sé að vinna stríð án þess að berjast. Á þess að byrja stríðið. Á þess að berjast, á þess að beita vopnum. Og það er svona markmiðið í rauninni með herstjórnarlistinni. Og svo er annað líka að í Lao Tse, sem ég býst nú við að margir hafi lesið á Íslandi, að þá talað það að spekingar, þeir leysa ekki stóru vandamál, þeir leysa lítil vandamál. Því öll vandamál heimsins, þeir byrja smátt. Þannig að menn bíða ekki eftir því að vandamál séu komin í hnút áður en fara að leysa það. Og þetta er svona afstaða Kínverja í gegnum síðustu 200 ári meira og minna að reyna að sigla þessa leið. Og almenningur fær fréttir og það er fullt af náttúrulega líka alls konar netmiðlum hér í Kína núna, fólk horfir ekki mikið á sjónvarpinu eins og annars staðar og þar er tónninn svona frekar neikvæður í garð Vesturlanda fyrir að hafa látið þetta gerast og náttúrulega líka fyrir Rússa að hafa ráðist þarna inn en það er mikið skilningur á því að fólk sýnir því skilning og þeir sem að tala þarna á netmiðlunum yfir því að Rússa vilji ekki hafa gjörðingavopn við landamæri hjá sér eða að hafa NATO alveg upp við dyrnar og það er tekið sem dæmi Kúbudeilan, oft minnst á hana til dæmis, að Bandaríkjamenn voru ekki mjög sáttir við það þegar Sovétmenn voru að flytja eldflaugar þangað, eða svo fólk verið að minnast á Kanada, að það væri nú sjálfsagt ekki hrifni í Bandaríkjunum ef einhverju óvinnir þeirra var að koma upp vopnum eða taka Kanada en í andstætt hernaðarbandalag. Þetta er svona afstæðan, en Kínverjar, ég held að afstæða almennings endurspegli nú svolítið afstöðu stjórnvalda sem eru að þau vilja að það veri samið sem allra fyrst. Þetta eru bræðraþjóðir, Úkraína og Rússland. Þau voru náttúrulega hluti af Sovétríkjunum fyrir ekki svo lengur síðan. Síðan þetta er hvort ekki að lýðræðisríki sem var stofnað til með vestrænni aðstoð fyrir, 3 áratug. Ég var blaðamaður þegar þetta var að gerast. Og það er svolítið furðulegt að horfa upp á það að þessar bræðraþjóðir skulu vera að berjast innbyrðis og að Rússar telji sig hafa knúna til að fara inn og berja þá til hliðinni. Það er náttúrulega dálítið
í augum Kínverja svona vestræna aðferðin til að leysa vandamál, það að leysa þau með ofbeldi eða hótunum ofbeldi. Já, þannig þetta túlkað sem raunverulega stórveldastríð, kalda stríð, þar sem að stórveldin að mætast og Úkraína segir vígvöllurinn. Það litið svo á í Kína að þetta séu raunverulega vesturveldin og Rússland sem að berjast og báðir beri sök. Já, það má segja að það sé í hnotskurn, þá sé það þannig og Kínverjar vilji alls ekki láta draga sig inn í þetta. Þeir hafa, það er merkilegt, ég tók eftir, ég las ekki spurningarna, það var talað um það 99% Íslendingar styddu Úkraínumenn, ég veit ekki, maður átti það að menn væri þá tilbúin til þess að fara og berjast með Úkraínumönnum eða Ísland eitt af fá ríkju sem ekki hefur her. Kínverjar hafa þá afstöðu að þeir halda með hvorum, þeir senda hjálpagögn og aðstól og mannúðargögn og mat og matvæli ábreiður og svo framvegis til Úkraínu og þeir eru auðvitað í viðskiptum við Rússland, þeir kaupa gas þaðan eins og til þess Þjóðverjar og töluvert af matvælum. Þegar þeir vilja halda öllum leiðum opnum og ekki stilla fólki við vegg, eftir með mér, eftir mótið mér og ef eftir mótið mér þá ætla ég að skjóta þig, það gengur ekki í þeirra augum. En þeir myndu ekki stíga fram og bjóðast til þess að verða í málamiðlun á milli deiluaðila, Kínverjar? Þeir hafa ekki gert það er ekki þeirra leið, en eftir tengslum við viðræður utanríkisráðherra Kína og Bandaríkjanna núna fyrir hvað í þessari viku, að þá kom fram í fjölmiðlum að Kínverjar hefðu með sínum aðferðum byrjað að beita sér fyrir friðsamlegri lausn frá upphafi og það náttúrulega má segja að það sé verið að segja undir rós að þeir hafa verið að tala fyrir báðum aðilum og reyna að þrýsta á raunverulega gegnum alla þær leiðir sem þeir hafa á friðsamlega lausn. En að þeir komi eins og dómari inn á boxgólf og ætli að fara að dæma eða stilla til friðar, það ekki þeirra afstaða. Þetta mál verður ekki leyst með einhverjum slíkum aðferðum, það þarf að setjast niður og semja. Það ekki að leysa það eins og vandamál voru leyst í sendi nútímanum, að leysa vandamál með því að þurrka út þjóðir. Það gengur ekki lengur, það er búið og það er þess athyglisvert. Við berum þetta stríð saman við þær aðferðir sem notaðar í heimsstyrjaldurum báðum. Að það töluvert öðruvísi því að líklega bæði Japanir og Þjóðverjar náttúrulega mun þá voru þó að Japanir eru fyrir því að voru þurrkar og 2 borgir hjá þeim og það sama gerist í Þýskalandi í rauninu því að Hamborg var gjörsamlega rústuð eins og hún hefði verið sprengt með kjarnorkusprengju og það var ekkert óbreyttir borgarar sem voru í því. Stríðið var í rauninu búið þegar það var gert. Það var hefndaraðgerð. Það átti fullt af vopnum sem þetta leysa, að losa sig við. Og jafnvel þessar styrjaldir sem hafa verið farið í nýlega eins og Írak eða Sýrland eða Líbía eða þetta, þá hafa þjóðirnar ekki þurrkaðar út. En í gamla dag voru tölur fyrir 1000 árum eða 2000 árum, þá var það allt eins gert. Það var eitthvað stórveldi sem fór og var uppsigað við einhverja minna ríki eða eitthvað ættbálka í nágranninu við sig, að það fóruðu bara veltuður yfir það og þurrkuðu út, en þeir voru ekki gert ég menn ekki Egyptaland, menning þess var þurrkað út. Við dregið aðeins í skamman tíma aftur til nútímans. Á Vesturlöndum verið að tala að sé að verða til ný öxulveldi, Rússland og Kína sem eru andstæðingar hins frjálsa vestrana heims. Hvernig lítur svona uppstilling upp frá sjónarhóli? Það ekki verið að þola þessa uppstillingu mjög illa og þeim alls ekki alveg þetta. Þeir verða auðvitað að hafa sæmilega samskipti við Rússland, þeir eru með löng landamæri við Rússland og hefðu ennþá lengri landamæri og meðan Sovétríkin voru liði, því að þá var öll norður hlið Kína, hún lá að Rússlandi nema þá í Mongóliu þar sem Rússar voru náttúrulega má segja reiðríkjum í alþýðulýðveldinu Mongóliu, en allur norðurhjarinn var þannig
og þá voru þau nú kannski, já, menn töldu það að þetta væri mjög náinn vinsamleg ríki, það var náttúrulega ekki nákvæmlega þannig. Það eru þetta ekki sömu hagsmunir og í dag að þá bara Kínverjar, þeir mun ekki láta Rússa eða nokkra aðra beita sér fyrir vagnin í neinu styrjöldin. Einu styrjaldan sem Kínverjar hafa í rauninni farið út í eru beinlínis tengt þeirra eigin landamærum og eru á þeirra landamærum og snerta þeirra eigin hagsmuni beinlínis. Og þeir hafa verið það hafa markmiðið með þeim styrjöldum hefur eiginlega verið frekar fælandi, það að segja að fæla aðra frá því að ráðast á þá frekarna þeir hafa ráðast á aðra. Þannig til dæmis í Kóreustríðinu að þá pössuðu sig á þegar þeir fóru inn í Kóreu að þeir skildu frá stríður og það voru landamæri skilin eftir eins og þau voru fyrir Kóreustríðið. Og líka þegar brugðust við Indverjum þarna í að verja ekki landamæri þar eða réðust á Indverja þegar þau voru að fara inn í landamæri, að þá raunverulega veltuður yfir indverska herinn og fór síðan tilbaka að landamærunum eins og það hefði verið fyrir stríð. Víetnam, að þá voru þetta einhver 4 ferkílómetrar eitthvað svoleiðis. Það snýrst ekki svo mikið landamærin, heldur að reyna að koma vekk fyrir að Víetnamar kæmu upp svona eigin svona heimsveldi í Indókína svæðinu, Kambódíu og Tælandi, og voru lagi í samvinnu við Bandaríkjamenn. Þannig að þetta þau stríð sem Kínverjar hafa verið í og svo einhverjar smáskýrjur, smábardaga við Sovétríkin á þessum tíma, enga stærri styrjaldir, þeir halda sér frá þeim og ekki, alls ekki í einhverjum fjarlægum heimslutum, eins og þess að þeir fara að blanda sér inn í Evrópudeilur eða innan Evrópu af og frá. Já, herðu Ragnar, þú fórst ungur til Kína, þegar þú fórst fyrst að þá var Mao á lífi, ef ég maður rétt, við unnum saman á tímanum ég veit það er svo langt síðan að ég get ekki munað, og svo hefur búið í Kína á svona ólíkum tímum. Þetta tímabil er kannski, ég veit ekki hvort það sé 40-45 ár síðan, 45 ár, rúmlega, þú komst fyrst. Getur þú gefið okkur svona einhverja lýsingu á breytingunum á Kína á þessu tíma sem hefur bara gerst það sem þú hefur séð? Það þinni æfi. Sko, það stuttalýsingin er svo að Kínverjar, þeir skipta á þessu tímaskeið, þá hafa skipt þjóðfélagsgerð og efnahagskerfi, en þeir hafa haldið ríkisstjórninni. Við erum alltaf að skipta ríkisstjórninni þegar við breytum ekki þjóðfélagsgerfi. Þeir byrjuðu í rauninni þegar ég kem til Kína, það lok menningarbyltingar 1975, þegar Mao var ennþá á lífi, og ég upplifði það þegar hann kveður og þegar hann deyr 76. Og jarðskjálftanum miklu sem þá voru. Og þá var Kína í rauninni hagkerfið mjög svipað og í Sovétríkjunum, ef eitthvað þá var ríkið svona, var ríkið sterkari þáttur í lífi manna en í Sovétríkjunum. En samt ekki, vegna þess að ríkið var ekki að stjórna, það var eiginlega frekar þannig að það voru fulltrúar ríkisins á hverjum staði, hverju þorpu og hverju borg sem voru fulltrúar flokksins og sem stjórnuðu. Ríkis fjarlægð þess frá almenningi er miklu meiri en þegar fjarlægð ríkisins frá íslenskum almenningi eða fjarlægð ríkisins frá bandarískum almenningi eða yfirleitt annar stað. Það er náttúrulega gífurlega stór þjóð og ríkið stjórnar ekki beint, sko, en síðan var fyrsta breytingi var þetta 78-9 og þá var sem að hafði tekið ákvörðun að fyrst yrðu Kínverjar að efla sinn efnahag og það væri alveg saman hvernig það verið gert með þess konar leiðum og kapítalísku leiðum eða hvernig það var og allt gengi svo fremur sem það var hægt að græða á því. Og þannig var þetta svona raunverulega fram til 2010 þegar núverandi stjórn kemur til valda þá bakkaðir frá svona óheftum kapitalisma og
og það er meira svona ríkiskapitalismi sem einkennir hérna Kína í dag. Það leita mikið til Norðurlandana og hérna svona Norður-Evrópu, Frakklands, Þýskaland, Holland og náttúrulega Norðurlandana á kontinenti til Íslands og Svíþjóðar og Noregs eftir fyrirmyndum. En það auðvitað erfitt fyrir svona stórt ríki að sækja fyrirmynd til lítið ríki eins og Ísland eða Noreg eða Danmörk. Það að stærðargráður. En svona fyrirmyndin í efnahagsumbreytingunum í Kína var frekar Norður-Evrópa, á meðan að kannski Rússlandi verða bara nýfrjálsríkjan í Bandaríkjunum. Ég veit ekki alveg hvort ég ganga svo langt, en það var líklega hugmyndin með hérna þeim ráðleggingum sem það gefur. Niðurstaða var náttúrulega svo að hérna fyrrverandi yfirmenn í KGB stáluð hérna eignum hérna rússneska ríkisins og upplifa það núna fyrst einhverjir skipt mér að það sé verið að eignaupptöku í Bretlandi og Ítalíu og Spáni og jafnvel í Bandaríkjunum. En það var niðurstaðan út úr þessu. Sko í rauninni voru þegar öll Austur-Evrópa, þegar Sovétríkin hrundu og þetta sósíalíska kerfi hrundi eftir 70 ára tilrauna starfsemi, að þá var hugmyndin að setja það beint upp á hérna vestræna lýðræðisvagnin og gera það saman lýðræðisríkjum, og við erum náttúrulega ýmsa sérfræðingar í stjórnmálafræðum sem gátu leiðbeint þeim og einhver stjórnmálamenn sem fóru þarna og svo þeir gerir svona og svo gerir þeir einn og getum séð núna hvernig hefur gengið, sko. Það er að Putin hefur nú eiginlega ekki verið hugmyndin og hans veldið þegar við voru að byrja með lýðræðishugmyndina. En hvort það er Úkraína eða Sovétríkin eða Búlgari eða Ungverjaland eða Króatía eða Serbía, þessi ríki öll saman, að þau byrja með þessu svona nokkurn veginn svona svipa módel sem við gáum þeim. Og niðurstaðan Já, það er hérna það sem er langt að spyrja, því að það hefur náttúrulega verið kapitalismi innleiddur einhver leyti í Kína. Ólígarkar eins og er vandamál í Rússlandi og reyndar í Úkraínu og víða í Austur-Evrópu. Er það vandamál í Kína? Fyrirferð ólígarkar? Það er vandamál. Það hefur á þessu tímabili sérstaklega þarna fyrir áður en Xi Jinping kom til valda, þá var dálítið það að hérna háttsettir ríkisstarfsmenn að þeir sérstaklega bankakerfinu og einhverju sem hefur grætt með vafasögum aðferðum á eignamarkaðnum, að þeir væru að fara til útlanda og oft með eftir að hafa flutt mjög mikla fjármuni á milli og komið sér fyrir á ýmsum stöðum erlendis. Og Kínverjar hafa verið að reyna að ná þessu fólki og hafa náð ýmsu af þeim aftur þegar eru komnir og sumir í fangelsi og aðrir með einhverjum sáttaðferðum. En svo eru einhverjir náttúrulega en þá á Vesturlöndum og lítið á það sem kínverska stjórnarandstæðinga og hérna fólk sem vesturlega styðja, sko. Það er svolítið súrrealist að horfa á það. Svolítið eins og ólígarkarnir voru þarna hjá Rússunum. Þeir var hampað tíma, sko, en kannski minna nú. Já. Herðu, Ragnar, þú ert í námsleyfi. Má ég spyrja það, hvað ert að nema? Eða ertu að skrifa ritgerð eða? Jó, ég er í námsleyfi. Ég er búin að, eftir að hafa fylgst með þessum breytingum sem hafa orðið, ekki bara í Kína heldur í öllum heiminum sjálf og sér frá því að ég man eftir mér, ég er náttúrulega fæddur miðja síðustu ári. Og hafa starfað þarna bæði sem fréttamaður og síðan í utanríkisþjónustunni, þá varst mér komin tími til að taka smá hlé og horfa á þetta fjarlægð og reyna að skilja hvað hefur gerst og ég fekk námsleyfi til að fara í hérna samanburðarstjórnmál í Peking-háskóla. Og markmiðið hjá mig var kannski að reyna að skilja hvernig kínverskt samfélag virkar og þessi kínversku stjórnmál, hvernig þú getur haft eitthvað samfélag þar sem þú heldur við höfðuróttum sömu ríkisstjórninni en skiptur stjórnmálakerfi og hagkerfi og sem er á mörguleyti og allt kínverska samfélag mörguleyti byggt á konfúsískum viðmiðum og siðferði frekar en einhvers konar vestrænum, hvort það er lýðræði eða kommunisma eða hvað þetta hefur verið.
Þannig að ég ákvaða að taka með námsleyfi og fara að stúdera það. En svo náttúrulega við það horfa svona aftur í söguna í Kína og varandi reyna að skilja hvernig Kína eins og það í dag. Að þá fór ég að velta fyrir mér, hvernig með okkur, hvernig með Vesturland. Og hvers vegna og þau voru alltaf að spyrja mig kínverjarnir, hvers vegna Íslendingar svona góðir, hvers vegna eru Norðurlandabúar tilbúin til að greiða þetta háa skatta og hvers vegna heilbrigðisþjónusta svona góð og hvers vegna fólki sem með til þess vinnurhæðslu, hvers vegna því greitt sem öryrkjum fyrir að vinna ekki. Og hvernig óskoðunum stendur að því að Norðurlandabúar gera þetta, hvers vegna eru þau svona góðir? Ég fór nú að velta þessu fyrir mér og komst að það var nú ekki svo einfalt að svara því og við gerum það bara af því við finnst það bara sjálfsagt. En svo fór ég að velta fyrir mér, við vorum víkingar einhvern tímann og við drápum fólk og bara vegna þess að við gátum það og vegna þess að það hefði peningar sem við vildum eða silfur eða land eða eitthvað sem við vildum eða víkingarnir og þá verður við alltaf byrjað hvað gerðir og þetta hætti við 1066 og ég fór að skoða það. Og komst ég að því að það var ekki svona einfalt því að Stanir hélt áfram sem með sína heimsvaldastefnu og norðmenn saman með Dönum og Svíjar voru þarna náttúrulega áfram svolítið inn í Austur-Evrópu, Finnland og eitthvað á Eystrasaltsríkin. En Bretland, Englendingar, þeir breyttust. Það er að segja 1066, það var ekki til þess að Norðurlöndin breyttust svo mikið, ekki á þeim tíma, það kom seinna. En England, að það breyttist yfir heimsvaldaríki. Þannig að ég er að skrifa ritgerð þetta. Það er rót innan engilsaxnesku heimsvaldastefnu séu víkingarnir. Já. Herðu, Ragnar, þetta vegna þess að víkingarnir náttúrulega fóru líka inn í stofnuðu Garðaríki þar sem að stríðið háð í dag. Já, þetta svo, ég ætla að fá að heyri þér aftur og þannig að því að við erum búin að ræða saman leiki núna, þannig að við getum kannski rætt þetta seinna ef ég mætti ringja aftur til Peking. Jú, alveg sjálfsagt, Rússarnir og þetta svæði sem alltaf Kænuborg og þetta svæði, Rúss eða Svíjarnir, þeir voru þar. Á meðan víkingarnir þeir voru að flækjast í Normandí, Frakkland og Holland og Bretland. Og út úr Garðaríki koma Rússarnir sem eru uppsprettan af hinu rússneska heimsveldi og heimsveldastefnu. Þannig að báðum megin eru það víkingarnir sem eru rótin. Samkvæmt þessu eða ekki? Já, það er allavega, maður lítur aftur tíma, það er dálítið súrrealist að sjá það að Sovétríkin eru kannski og sovéska heimsvaldarstefnan kannski einhverju leiti upprunnin í þessu víkingasjón og á sama leiti og vestræn lýðræðisríki. Við komumst ekki lengra með þetta ég hlakka til að ræða við þig þetta síðar mér. Ragnar, ég þakka þér kærlega fyrir og bið heilsa öllum í Peking. Takk fyrir. Takk kærlega. Já, þetta var viðtalið við Ragnar Baldursson sem ég tók upp áður fyrir þáttinn. Það er svo heiftalegu tímamismunur á milli, þannig að það er ekki hægt að bjóða um upp á að við myndum að ræsa upp miðanótt. Hvað er það, 10 tímar? Ég maður það ekki alveg. Það var allavega, við gerum þetta svona og var áhugavert samtal og ég ætla nú að spjalla við hann aftur. En núna, þetta síðan þáttur í þessari viku, ég held að við séum búin að vera með í 3 vikur og við vorum að ræða að halda þessu áfram, að kemur næstu þáttur á sunnudaginn, en að þeirra koma svona helgafrí, þá dættur ég hvort ég að segja reyna svona sögu fyrir svefnin. Lýst vel að. Já, ég var svona að pröfa það daginn að segja sögur svona með því að stilla svona myndum og segja ykkur frásögn frá því og núna ætla ég að byrja á merkilegu fyrirbrigði. Ef við byrjum bara á fyrstu myndinni, mynd 1, að það er í Evrópu að þú getur keypt dvalarleyfi. Það er út alla Evrópu, bara í Evrópusambandinu og meðan að Bretarnir voru í Evrópusambandinu þá var það gengum menn inn í þetta ólígarkarnir sem eru í London, komum ekki til inn frá þessari reglu sem að þú borgar pening í einhverja fjárfestingar
og þá færðu dvalarleyfi og sem að oft leiðir til þess að þú færð síðan í framhaldinu ríkisborgararétt og þessum eru mikið af þessum ólígörkum ef þú ert að skoða það og svona allra ríkustu ólígarkarnir þeir eru allir með tvöfaldan og þrefaldan ríkisborgararétt. Kaupa sér ríkisborgararétt. Já, í Bretlandi er þetta þannig að þú þarft að borga sem að nefnir svona 340 milljónum og þá máttu bara búa í Bretlandi eins og þú vilt og þetta hefur laðað til Evrópu, ég veit ekki alveg hvað er stórt hluta sem er í Bretlandi, 125.000 manns, mikið af rússneskum ólígörkum, en þarna er líka kínverskir og indverskir auðkýfingar, olíufustar úr Persaflóanum og fólk víða að og svo bara mikið bara hálfgett glæpa fólk sem að kemur með þessu. Og ef ég fæ næstu mynd þá þetta ríkasti maðurinn í Bretland í dag af því að Bretland er svo mikið af þessu það eru að fái Bretar á svona listum yfir ríkustu mennina í Bretlandi það eru indverskir námakongar og svo náttúrulega rússneskir ólígarkar. Af hverju er þetta svona mikið í Bretlandi? Það er bara kauphöllin eða bara markaðurinn, fjármálamarkaðurinn í Bretlandi er bara spiltasti fjármálamarkaður í heimi. Eiginlega allar uppfinningar svona misnotkun og aflöndum og misnotkun og alls konar er á upprunum sem þar. Það eru uppfinningarnir. Já, og það er bara, þannig er mesta spillingin og þeir sækja þangað. Og svo náttúrulega enska heimsmálið og það er auðvelt að vera þar og þegar eitt svona ríkur vitleysingur með fránættarskirtu sem á snekkju og sólglerugu er mættur að þá vilja hinir koma líka, þá er bara, fólk líkur sækir líkan heim. Já. En þetta er maður sem heitir Leonard Blavatnik, Blavnik, og hann er sör, hann búið að heiðra hann, drottningin er búin að slá hann til riddara. En hann er ekki alveg venjulegur ólígarki vegna þess að fjölskylda hans flúði í Sovétríkin og hann er frá Úkraínu, þar ekki, þegar hann var 21 árs, 1978 og hann fór bara og lærði tölvufræði og eitthvað svoleiðis, en svo þegar Sovétríkin féllu, þá rauk hann austurfyrir og keypti upp alls konar eignir almennings sem voru þá seldar á spottprís og hann er sagður sá sem að vann álstríðið mikla, það sem að á Jeltsin-tímanum að þá voru ólígarkar sem höfðu náð svona álversmiðum hér og þar fóru út í heiftarlega átök og það var sagt af einum þeirra að þetta var stríð þar sem að einn dó svona 3.–4. hver dag í því þannig að þá voru þeir að berjast það að ná yfiráðum yfir álframstunni. Og þá bara gengja slagsmál og glæpamenn. Já, þarna var náttúrulega engin munur á viðskiptum, pólitík og bara hreinni glæpamennsku. Nei, ég veit. En við höldum áfram að því að hann er að hann er með bandaríska ríkisborgararétt og er hann með Donald Trump. Hann er einn stæðsti svo sem er styrt på Donald Trump mest. Hann hefur styrt Repúblikanaflokkinn og þetta er partí sem er áður en að Trump er svarinn inn í embætti og hann borgaði það. Já, ok, það er ekkert annað. Partíð hans Trumps, bara keypt á honum. Já. Rússneskum Blavatnik og hann borgar ekki bara inn í Repúblikanaflokkinn heldur borgar líka demokratunum og hann hefur delt peningum í breska íhaldsflokkinn og hefur keypt sér alls konar hluti, hann hefur keypt sér stjórnmálafólk og hann kaupir sér stiður listir og menningu og háskólum og dreifi peningur út allt sem enda náttúrulega með því að þetta er ekki svo fínn maður að hann er gerður aðalsmanni eða sör, hann er ekki alveg hann er ekki í lávarðildinni en hann er allavega sör og þetta kannski segir okkur svolítið að á Vesturlöndum að þá eru bara eitt sem að skiptir máli og það eru peningarnir. Það er bara eitt skildi og ef þú átt nógu mikið pening að þá getur þú keypt stjórnmál, þú getur keypt virðingu í listum og menningu, þú getur keypt, þú ert heiðursdoktor í háskólum og þú ert aðlaður og guðma veit hvað og þeir eru hampað út allt og þú ert bara kóngurinn. Það spyr enginn hvað peningarnir koma. En einn af keppinautunum hans í álstríðinu er líka á listanum og það er þessi maður og þú þekkir hann. Þetta er Roman Abramovich. Hann er ekki eins ríkur og hinn. Roman Abramovich á bara
hann á 2100 milljarða, hann metin á það. Það svona peningarnir sem sjást, hann talið hann eigi miklu meiri peninga, heldur en það. Og hann á Chelsea, það ekki? Jú, hann á Chelsea. Og hann í 8. sætinu yfir ríkustu menn í Bretlandi. Og hann hefur ekki bara keypt sér dvalarleyfi í Bretlandi, hann einnig með ríkisborgararétt í Ísrael og hann af gyðingættum og í Portugal og Litáen. Sá sem á 2100 milljarða, sem ég kann ekki alveg reikna, ég segja hvað mikið, sko. Það er oft aðferð til að nota það, sko, ef það væri, ef við möndum setja, ef 1 milljón væri einn dagur, þá væri þetta 5.753 ár. Þannig að milljarður 1000 milljónir og þegar þú bara tala 2100 milljarða, þá þetta svo stór tala að þetta eiginlega skásta leiðin til þess að útskýra þetta. Það missir allt samingi á því hvað þetta er bara svo stjartfræðilegt og þú getur keypt allt. Og hann á til dæmis þessa þotu sem að einu sem var talin vera dýrasta engaþótt í heimi. Þetta er Boeing 767 Dreamliner, ég held ég mynda við þetta sem að sést inn í hana, það sem að þú getur séð að þetta er þotunus, þannig að þetta er hann. Og hann á líka snekkju sem að heitir Eclipse og svo hann aðra snekkju sem heitir Solaris. Og húsið hans í London, það er metið á 20 milljarða króna. Það er svona, er það ekki svona eins og kannski 500 heimili, svona venjuleg fólks sem að hann á. Já. En ég ætla að segja aðeins frá Abramovich. Þetta er hann, ég valdi þessa mynd að því með Spartarnir svo flottir, hann er eins og hann að Wolverine með þessari mynd. Þannig er hann að giftast konu sem að ég held að heiti Olga, en þau voru ekki gift lengi, hann er 21 árs þarna. Þetta er 1987, 2 árum eftir að Gorbachev komst til valda. Þarna er hann búinn í herskyldu. Hann er fór þá, þegar hann var í hernum að þá byrjaði hann að selja svona, þetta var svona, var komið svona perestrojka sem þetta hét, það mátti vera svona einhver engabusiness og hann var svolítið, tók það þannig að hann tók stal eitthvað frá hernum og seldi það í svartamarkaðsbraski þegar hann var í hernum. Geggjað business. Já, og var í svona alls konar götubusiness, getum við kallað þetta, og var svona hálfgerður svona glæpamaður. Og hann hélt þessu áfram og mynda lest vegna þess að það sem er talið að hafa svona fært hann upp deild sem glæpamaður var að hann rændi lest sem var full af dísel sem átti að fara til Kaliningrad, til herstöðar rússneska hersins í Kaliningrad, en hann sendi hann til Ríga þar sem hann seldi allt dísilið og lestina líka. Já, ok. En þetta var þannig að hann var að vinna í einhverju fyrirtæki, þannig að var eiginlega augljóst að hann var að gera þetta og hann var handtekinn og settur í gæsluvarðhald út af þessu og sett í fangelsi í smá stund, en þeir náðu aldrei peningunum. Hann hefur komið mundan. Hann komið mundan og hann ferðist aðeins upp svona þrep í glæpaheimunum og kynntist í ljósi þessara peninga, þá kynntist hann Boris Berezovsky sem var mikill svona player á Jeltsin-árunum. Hann var þekkti Jeltsin mjög vel og var í alls konar business og var svona næstu svona eins og guðföður týpa vegna þess að hann tengdi svo marga saman og hann kynnti Abramovich fyrir alls konar mönnum. Þannig að þarna var hann komin inn í svona aðra deild. Hefur kennt honum, svona show him the ropes. Og Berezovsky, hann keypti meðal annars RÚV í Rússlandi, gömlu sjónvarpsstöðina og rak það og hafði þar var talið að hafa mikil áhrif á það hvernig náðu svona frama í pólitík. Þetta er svona Berlusconi slass bara glæpamaður sem að kannski Berlusconi var líka, þannig að það er erfitt að dela þessu. Það sem að þeir gerðu saman, að þeim tókst að ná undir sig olíufélaginu Sibneft. Þeir fóru þeir í stjórn og gott ef að Abramovich átti ekki að reka fyrirtækið og þeim tókst að kaupa það var útboð sem að var bara gerð útboð og þeirra tilbúið að teki sem var svona á verðgildi núna er svona 15 milljarðar króna sem við keyptu þetta risastóra olíufélag og þeir fengu alla upphæðina lánaða hjá Ríkisbanka
og fengu auk þess gerðu samninga því að þeir ætlu að fara að berga þessu ónýta ríkisfyrirtæki að þeir fengu mikið skattafslott og það eiginlega talið að þegar þetta lagt saman að þá fengur þetta ókeypis. Já, einmitt, eins og gerist svo oft. Já, og seinna eftir aldamótin að þá fóru þeir að deila þetta. Berezovski taldi að Abramovits hefði stólið þessu af sér, að hann hefði átt að láta að fá meiri peninga. Abramovits viðurkenndi að hann hefði svona hent í hann held ég $3 milljörðum til þess að róa hann aðeins sem að væri svona greiðsla fyrir veitta þjónustu en Berezovski vildi fá sinn hlut í félaginu en fékk það ekki tapaði málinu. Stendur þetta 2011, 2012 kom dómurinn og 2013 þá drap Berezovski sig. Þá var hann búin að tapa öllum svona sínum pólitísku tengslum. Hann náði ekki að flytja sig yfir frá Jeltsin tímanum yfir á Putin tíman og var eiginlega útlægi í London. En áður, en það gerðist og þess vegna eru menn að deila þessa peninga að Abramovits hafði selt olíufyrirtæki, 75% af því sem hann átti 75% í fyrirtækinu, seldi það til Gazprom fyrir 1700 milljarða sem hlutur sem hann kaupir á 11 milljarða en selur á 1700 milljarða þannig að þú getur rétt ímyndaður hvað og sem hann raunverulega borga ekki þannig að hann eiginlega stal 1700 milljarðum og í allt að þá má segja að þegar þeir náðu þessu fyrirtæki þá hafa stólið svona 2250 milljörðum. Það ekkert annað. Nei. En í gegnum Berezovski að þá kynntist Abramovits Jeltsin og var bandamaður hann og fór svolítið út í pólitík. Hann bauð sig fram til þings og var svo fylkisstjóri í Tjúkotka fylki sem þú aldrei heyrt nefnt. Nei, það er í svo rosalegt landsvæði ábyggilega margfalt Ísland, það er í norðausturhluta Síberíu, það búa 50.000 manns þar. Hann var sérstætt fylkisstjóri. Okay. En undir lok Jeltsinstímans sem var alveg sjúklega spilltur tími, þar sem að glæpir stjórnmál og viðskiptur unnu saman, að þá var þessi maður saksóknari Júri Skúratov og það er svona deilt það hvað hann var heiðalegur og svona en það er alltaf ljóst að hann var að byrja að rannsaka ránið á Sibneft sem að menn vissu að luma þetta er eitthvað með svona stæðstu og ósvífnustu ránum sem ólígarkar hafa gert þannig hann var að rannsaka það og svo rannsókn var komin á skrið árið 1999 þetta er nú óljósmynd en þá lag þáverandi yfirmaður FSB sem er stofnun sem áður hét KGB kynlífsmyndbærdi af honum Skúratov í fjölmiðla og þetta var Vladimir Putin sem að gerði þetta fyrir vinsinn Abramovits. En honum leksíu ekki vera... Já, Skúratov sagði af sér eftir þetta og þeir komu fram að það er viðtal sem er frægt við Putin þar sem hann er sem yfirmaður KGB þar sem hann krefst þess að hann segja af sér að þetta sé ólíðandi að í Rússlandi séu svona síðalösi menn á síðan saksóknar. Það er þetta. En hann allavega hættir. Já, hann hættir og síðan hefur ekki þetta mál verið rannsakað. Og að því að við nefndi áðan álstríðið sem var á 10. áratum Abramovits komst þá yfir eina stæðstu álbreiðsluna í Rússlandi þetta er Sibirski og gríðarlega, ég held að það var önnur stæðsta í Rússlandi hún rann síðan inn í Rúsal sem er bara langstæðsta álbreiðsla eða álfyrirtæki í Rússlandi, annað stæðsta álfyrirtæki í heiminum þannig hann náði þar undir sig einhverjum stórum hluta af álframleiðslu Rússlands og á stóra hlut að því að vera að tala áðan svona styrki frá Alþjóðabankanum og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum í viðtalinu Hilmar það var eitt af því sem hann hafa ásamt öðrum hafa stólið láni sem kom frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum á 10. áratunum til Rússlands þá hurfu svona sem er ígildi 625 milljarða íslenskra króna sem hafa verið lán og engin veit hvað varð
og Abramovich talinn hafa verið ásamt öðrum ólígarkum og bara stólið þessu peningum. Og kannski enginn þórað að kanna það eftir það sem kom fyrir síðasta. Nei. Og hann sem sagt náði því að lifa af Jeltsin tíman og færa sig yfir í Putin tíman og þeir eru miklu mátar. Og það talað það að Abramovich sé raunverulega sko sá sem heldur utan peninga, eða allavega einn af þeim sem heldur utan peninga Putin og geymir þá og felur þá og þannig að það er mjög hann einn af sko bara aðal mönnum í hirð Putins. Bandamenn. Hann núna metri eins og sagði ána upp á 2100 milljarða. Hann á örugglega miklu meira. En þetta allt saman peninga sem hann hefur raunverulega stólið bara frá rússnesku þjóðinni. Hann hefur stólið þetta. Ríkalegt. Já, hann byrjaði að stela bara frá hernum, bara skóm og eitthvað fleira og svo stal hann díselgám og svo stal hann oljufélagi og svo stal hann álfélagi og svo stilar hann risa lánum frá þannig að það er ekki til, það er ekki heiðarleg króna í hans eigu sko. Nei, það er nokkuð víst. Og svo ef við tökum sko síðustu myndina, það er nú Íslendingur á henni, þannig að hann keypti Chelsea. Já. Þá það eiginlega þannig að á Vesturlöndum það þannig að þegar við erum að hneykslast á olíugörkunum í Rússlandi, að þá hafa þeir og allir sem eiga peninga verið velkomni til Vesturlanda, þar sem að með boðið upp á það að taka spillinguna með sér og koma með spillinguna og spilla fótboltanum. Það er ekki hægt að horfa á fótbolta lengur því þetta er allt í eigu einhverja sko bara stórglæpamanna. Og FIFA orðið alveg ríkalegt batteri. Já, var það svo sem áður, en ég meina það þeir spilla líka stjórnmálunum. Þeir ólígarkarnir færast þið þangað. Eins og Guðmundur Auðunsson talaði í þetta hjá okkur. Dæla inn peningum inn í bresk stjórnmál. Og þeir eyðileggja náttúrulega öll viðskipti. Þeir manipúlera með menninguna og listir. Þeir eru stórtækustu kauparnir öllum myndlist í heiminum. Þeir stjórna þar leiðandi hvaða myndlistamenn sko slá í gegn og hvaða myndlistamenn eru fara á einhverja sýningar. Þeir eiga fjölmiðla. Það eru ólígarkar sem eiga sko stóra fjölmiðla í Bretlandi. Þannig að með þessu, með því að vera að laða þetta fólk til Vesturlanda, að það voru hinn spiltu Vesturlönd, eru raunverulega meira og minna dottin í sömu drullupittin á Rússland. Leifa þess að koma upp, leifa þess að halda áfram og grassera stöðut. Þetta var kvöldsagan sem ég ætla að segja þér. Já, ég veit ekki hvort ég sofi verð. Hvað þetta á það? Við endum þennan þátt eins og alla aðra með Mér langar reyndar að leiðrétta eina villu sem ég gerði á þann að þá þegar ég var að tala herkensku sérfræðingarna og sérstaklega einn sérfræðing sem er svolítið ósammála því narratífi að Úkrænumönnum gangi það vel, hann heitir Douglas MacGregor, ekki Douglas MacArthur, það er hersöðinginn frá seinni heimsstyrjöld. Þannig að ef þið viljið kynna ykkur hlið hans á þessu máli og sjá hans svona analysis, þá getið þið leitað Douglas MacGregor og sé hvað hann segir. Við munum sjá hvað gerist. En annars segjum við bara góða nótt og hlustum á úkrainska vagguhús. Takk fyrir í kvöld, góða nótt. Takk fyrir.